Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Þátturinn verður helgaður jarðhræringum á Reykjanesskaga og eldgosi í Fagradalsfjalli sem stóð yfir í 6 mánuði. Við heilsum ykkur frá Grindavík, en ekki hvar. Það náttúruvá á Reykjanesskaga, gos í Geldingadölum. Og við kíktum þangað og fjöllum meira gos í þættinum. Við skoðum gosið í Geldingadölum fyrsta morguninn með einum af fyrstu gestónum. Víkufréttamenn fóru í dalina og skoðuðu gosið og við ræddum við Grindvíkinga. En við byrjum þáttinn með Keflvíkingnum Guðjóni Vilhelm, oft tengdur við humarsöluna. Hann var líklega með fyrstu mönnum að gosuna á laugardagsmorguninn, en við á Víkufréttum voru líka fyrstir að birta frétt og mynd gosið á Víkufréttavefnum á föstudagskvöldið. Þetta er myndin. Hérna heyrir maður bara það víbrar allt hérna undir mér. Ég ætla að hverja, það er bara bassahljóðina honni. Finn bara bassabylgjuna ganga hérna yfir. Maður er svona hálf lítill í sér þegar ég held ég komin aðeins svo langt upp núna. Ég læt mig hverfa núna, þetta er gott. Lyktin er bara eins og gamla skóldina sko. Það er bara líka brennur sina og þetta er bara eins og að vera á gamla skóldina. Það er bara kviknaði í sininni fyrir aftan mig. Hraunið flæðir hérna fram. Áhugi Íslendinga og útlendinga á þessu gosi er gríðar mikill og daglega hafa mörg hundruð manns sótt gosið heim í brekkuna í Geldingadölum. Flestir gangandi en margir á öðrum farartækjum. Meðal annars margir í 50.000 króna flugferðum á mann með þyrlum að gosinu. Sigurður Óli Hilmarsson hjá fyrirtækinu Fjórhjóla ævintýrum í Grindavík renndi með víkufréttamenn í svokölluðum buggy-bíl og við ókum eftir Suðurstrandarveginum þar sem sjá mátti 100 bíla í kantinum og fólk á ferðinni, ýmist frá eða að gosi. Við fórum ekki eftir stikuðu gönguleiðinni heldur í gegnum Merardali og jú, það var magnað. Já, það er magnað að vera komin hingað í Geldingadæli, hreint ótrúleg sjón. Eftir 5 daga er ekkert lát á gosinu og nú er komin hérna, hreinlega eldborg, margra tuga metra há. Það Sigurður, hvernig þú varst hérna fljótlega eftir að gosið hófst? Það er mikill munur að sjá núna 5 dögum síðar. Já, ég kom hérna í birtuskýlunum á sunnudagskvöld og þá var þetta 20 metra lægra og fossinn rann hérna niður hlíðina og þá glóði allt gilið hérna. Og mér sýnir svona hægt og bítandi þetta vera að fyllast upp og þetta fer að renna hérna yfir í Merardalina. En þetta er stórkostleg sjón og upplifun sem að fólk á að fara varlega í kringum, en þetta er eitthvað til að skoða og fara sér bara varlega. Og þú sem Grindvíkingur, er þetta eitthvað sem þú varst að bíða eftir? Já og nei, það voru búin að vera miklar hræringar og við fundum vel fyrir skjálftunum hann í 3 vikur, en svo vorum við eiginlega komin í dvala og þetta kom eiginlega bara öllum og óvart. Við vorum fundum ekki að vera skjálftan ef við verið yfir 4 og allir orðin bara svona tiltölulega chill yfir þessu sko. En það gat alltaf farið upp. Hvar það færi upp, það gat verið hérna í nátthaganum eða hérna, það vissi enginn. En mér fannst þetta koma svona bara hreinlega aftan að öllum. En samt ákveðin fegileiki svona allavega hjá Grindvíkingu sem hafa náttúrulega fundið langt mest fyrir svona skjálftum að undanförnu? Jú, þetta er öryggi, þetta er á góðum stað fyrir okkur og skjálftarnir eru hættir, allavega í bili, en sagan, hún getur líka sagt okkur það að þetta getur staðið lengi yfir. Það eru búin að vera gos hérna vestan við okkur sem stóðu í 1219, 20 til 27, þannig að sagan er alveg til hérna að gos standi lengi yfir og þetta getur verið hrina núna ykkur ára eða mánaða, jarðfræðingarnir, þetta er erfitt en hérna þetta getur líka verið búið á morgun, þannig að já. Og þú hérna með Fjórhjóla fyrirtæki, hvað er þetta veisla fyrir ykkur og hvað, ef þú horfir svona fram á veginn líka,
fyrir ferðaþjónustuna á Suðurnesjum og Íslandi? Jú, klárlega þetta það. Það náttúrulega ferðaþjónustan, þetta hvetur, þetta í rauninni eins og eftir hrunið sko, þegar Fimmvörðuhálsinn og Eyjafjallajökullinn og annað, þetta auglýsir okkur en við vitum alltaf ekki hvað það varir lengi, en það verður áhuga að sjá þetta, en allt svona þarf að fara varlega í og jú, það er mikið af fólki á ferðinni og veitingahúsin og allir njóta góðs af en það er mikill æsingur í fólki og ég held að við þurfum að róa okkur niður og skoða aðstæður og vinna bara út úr þessu. En þetta er spennandi. Og hafið þið verið að flytja fólk hérna eða hefur svona verið eitthvað takmörkun á svona ferðahögum, getum við sagt hingað? Já, ferðatilhaganir hefur verið náttúrulega bara, menn eru bara að ná tökum á þessu og vindátt og leiðum hérna upp og það er búið að stíga gönguleið sem er mjög gott. En við verðum bara að taka framhaldinu rólega og sjá hverju framvindur. En það er ljóst að Reykjaneskaginn er aldeilis að fá svakalega auglýsingu. Ja, klárlega og menn eru bara að vinna undirbúningsvinnu, búin að vera því frá því að þessi veira kom til okkar og mér sýnist nú öll að hún sé með okkur upp og niður og núna erum við komnir í eina lægðina enn, vonandi verður hún ekki stór. En ég held að ferðaþjónustan þurfi bara að vinna vinnuna sína og vera tilbúin þegar allt fer í gang því að það fer mjög hratt í gang og það er mjög mikill áhugi og við erum með fallegt umhverfi hérna og við þurfum bara að vinna úr því. Það hefur gosið í Fagradalsfjalli síðustu 5 mánuði. Gosið er á margan hátt á þægilegum stað og hefur ekki ógnað innviðum. Það telst lítið en framleiðsla þess hefur verið stöðug í þá mánuði sem það hefur staðið. Gosið er líka frábrugðið öðrum eldgosum á Íslandi og vísindamenn hafa ekki grænan grun hversu lengi gosið á eftir að standa. Þorvaldur Þórðarsson, prófessor í eldfjallafræði við Háskóla Íslands, segir að búast megi við fleiri eldgosum á Reykjanesskaganum á næstu áratugum. Þorvaldur hélt fyrirlestur fyrir Rótarifólki í Keflavík þar sem hann rakti jarðfræði Reykjaneskagans og fór yfir atburðarásina og það sem hefur verið að gerast síðustu misseri. Suðurnesjamagasín hitti Þorvald að máli og við byrjum á að spyrja hann hvað vísindamenn hafi lært af þessu gosi í Fagradalsfjalli. Já, við höfum nú lært ýmislegt og kannski til að byrja með rétt að benda á að þetta gosi búið standi í 5 mánuði, gosið í Holurhrauni 2014-15 stóðu í 6 mánuði og Skaftáraldar stóðu í 8 mánuði, þannig að þetta gosið svona allavega tímalega er að ná þessum gosum en hvað stærðina varðar þá vantar dálítið mikið upp á vegna þess að þetta er stærðargráðinu minna heldur en gosið í Holurhrauni og 2 stærðargráðum minna heldur en Skaftáraldar gosið allavega eins og stendur. Og þetta er alltaf kannski sem við lært mest af þessu gosi er það að það sýnir okkur að við þurfum ekki að vera með kerfi á miklum yfirþrýsting til þess að verði gos. Í gosum eins og í Skaftáröldum og meira að segja í Holurhrauni 2014-15 þá byrjaði gosið með töluverðum látum og mikilli framleiðni. Í Skaftáröldum var þetta byrjun 6 til 8.000 rúmmetrar á sekúndu sem kom upp í byrjun. Og í Holurhrauni var þetta á bylunu 500 til 600 rúmmetrar á sekúndu. Þetta gos byrjaði 4 til 8 rúmmetrum á sekúndu. Hinn gosin, náttúrulega byrjaði með látum, það duttu tiltölulega fljótt niður og það dró úr framleiðninni eftir tíma. Í þessu gosi hefur framleiðnin bara haldist nokkuð til jöfn allan tíman, alla þessa 5 mánuði. Þannig að þetta er svona kannski eins og að vera að gera lítið gat á mjög stóra blöðru og hún er að tæmast mjög hægt og rólega. Það er í rauninni mjög stabílt. Það er mjög stabílt og framleiðnin er mjög stöðug. Rytminn í gosin hann er mjög stöðugur og það er bara heldur þessum dampi. Og jújú, það við höfum séð sveiflur í virknin í gígunum. Við fáum hrynur og síðan dettur virknin niður í gígunum í smá tíma, kemur upp aftur. Og það tengist bara ferlur sem eru allra efst í gosrásinni, í efstu 100 metrum í gosrásinni. Og gosrásinni er náttúrulega eins og hefur komið fram áður að
Hún er 17 km löng. En vitið þið hvað að gerast undir þessum 100 metrum? Í sjálfu sér ekki. Við vitum að kvika kemur upp og hún rís mjög hægt. Sem rishraðinn á þessari kviku, hann er svona cirka bát 350-400 metrar á dag. Eða ef við gerum þetta í millimetrum þá er þetta 7,5 millimetrar á sekúndu. Þannig að þetta kemur mjög hægt upp en er stöðugt. Þetta er stöðugt flæði og þó svo við sjáum þessar breytingar sem er að gerast á yfirborði þá er það ekkert að hafa neitt áhrif á það sem er að gerast neðar í gosrásinni. Er þetta ekki draumur ykkar vísindamanna að fá þetta og á þessum stað jafnvel? Jú, og bæði sem vísindamanni í rannsóknum og líka sem kennara á þessu sviði. Þetta er algjör draumur og þarna getur maður farið með nemendur og í staðinn fyrir að vera að reyna að sýna þeim þetta á glæru eða í teikningum eða á töflunni, þá bara förum við og sýnum þetta út í náttúrunni á vettvangi. En aðdragandinn að þessu gosi, er eitthvað svona þegar þið horfið tilbaka og þið hafið væntanlega verið að lesa í svona aðdragandann og þessi merki sem að voru og jafnvel merki sem hafa ekki verið? Já, og það er upphafi voru menn sannfærðir að þessi skjálftar sem voru þarna undanfari gossins, að þeir varu fyrst og fremst bara hreyfing á plötuskilum og það er alveg rétt að það var stór þáttur í þeim, en það er líka kom í ljós eftir á að tilfærsla á kviku átti þátt í þessum óróa líka. En það er kannski skemmtilegasta við þetta er þetta að raun og veru að sýna okkur þetta samspil á milli plötu hreyfinganna og það að búa til rás fyrir kvikut sem komast til yfirborðs. Ég held að þetta sé svona kannski eitt besta dæmið sem við höfum fengið á Íslandi. Og síðan þessir mánuður fyrir gosið er raunin þegar að óvissustiginu lýst yfir þegar land fyrir að rísa vestan við Þorbjörnin. Það sem er að gerast við Þorbjörnin, tengist það þessu beint sem gerðist síðan í Fagradalsfjalli? Hvort það tengist beint eða óbeint er hluta sömu atburðarás. En hvort að svo rúmmálsauknin sem var þarna vestan við Þorbjörnin, og þá hugsanlega vegna þess að kvik er að koma þar inn, hvort að sú kvika tengist eitthvað þeirri kviku sem var komið upp í Fagradalsfjalli, það vitum við ekki. Við fáum sennilega aldrei að vita fyrir við getum þá náð í sýn úr þessari kviku. En getur gosið í Fagradalsfjalli haft þau áhrif að önnur eldstöðvakerfi á Reykjanesskaganum og akti til lífsins? Einfaldasta leiðin til að lýsa þessu er það að ég held að við séum komin inn í annað röð eldgos á Reykjanesskaga. Þannig að núna hefur spennusviði sem ræður raun og veru hvernig hlutinni gerast á Reykjanesskaganum, það er komið í þannig ástand að það hentar kviku að komast til yfirborðs. Og þannig að getur sagt spennudreifingin á Reykjanesskaganum, hún er í góðum gír fyrir eldgos. En hefur ekki verið það undanfarin 700-800 ár. Þannig að eitthvað hefur gerst sem hefur breyst. Ég þori nú ekki að fullyrða hvað nákvæmlega er sem hefur breyst. En það hefur breyst og ég býst við því að á næstu áratugum munum við fá fleiri gos á Reykjanesskaga og ekki þá bara við Fagradalsfjall heldur á öðrum stöðum á Reykjanesskaganum og hugsanlega þegar yfir er staðið þá verðum við búin að fá gos eftir öllum endilöngum Reykjanesskaga. Þetta gos, er þetta ekki bara góð áminning um það að við þurfum kannski aðeins að horfa betur í kringum okkur og varðandi innviði og plan B? Jú, þetta er besta viðvörun sem gátum fengið. Þetta er aflítið gos og það hvað ég segja, aðgengilegt. Og við erum með fullt af mælum, við getum mælt næstuð í allt sem tengist þessu. Og við getum líka notað til að læra hvernig er best að bregðast við, til dæmis hraunflæði á ákveðnum stöðum, mengun á ákveðnum stöðum og þar fram til góðum. Þannig við getum búið okkur undir og verið betur undir búin að takast á við atburði sem myndu gera kannski miklu hraðar heldur en þessi atburði og vera miklu stærri. Þannig að þetta er eiginlega eins og best var á gosið. Þannig séð.
Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, flutti erindi jarðhræringar í Fagradalsfjalli í menningarhúsinu Kvikunni í Grindavík í síðustu viku. En ár liðið frá því eldsumbrot hófust í fjallinu. Eldgos hófst í Geldingadölum að kvöldi 19. mars og í aðdraganda gossins voru fordæmalausir jarðskjálftar á Reykjanesskaganum. Víkurfréttir hittu Magnús Tumi að máli í Grindavík og ræddu við hann umbrotin á Reykjanesskaga. Ár liðið frá því eldsumbrot hófust í Fagradalsfjalli við Grindavík en eldgos hófst í Geldingadölum að kvöldi föstudagsins 19. mars árið 2021. Eldgosið átti sér töluverðan aðdraganda í fordæmalausri jarðskjálftahrinu sem meðal annars hafði talsverð áhrif á daglegt líf í Grindavík og íbúar á öllu suðvesturhorni landsins fundu vel fyrir skjálftunum. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, flutti erindi jarðhræringar í Fagradalsfjalli í menningarhúsinu Kviku í Grindavík í síðustu viku. Auk þess að fara yfir atburði síðustu missera spáði Magnús í komandi mánuði og ár en Reykjanesskaginn vaknaður að nýju af 800 ára blundi. Við byrjum á því að spyrja Magnús Tumi að því hvaða lærdóm megi draga af gosinu í Fagradalsfjalli. Það nú kannski af ýmsum gerðum sem við getum skilgreint að við höfum lært heilmikið. Í svona jarðfræðilegu sjónarmiði þá er það þannig að þetta er fyrsta gosið á Reykjanesskaganum sem á núverandi tímum og með þá við sjáum svona gos og það aðstæður hér eru svolítið öðruvísi heldur en í Austurgosbeltinu eða Norðurgosbeltinu og þannig það mjög lærdómslíkt að sjá þetta en það eru ekki síst það að við erum að sjá hvernig Reykjanesskaginn kviknar á honum, hvernig aðdragandi eldgosa þar og eitt af því sem að virðist vera hér og minnst alveg greinilegt hérna og með mörg gos að þau eru að koma kvikan að koma beint úr mölli jarðar og það óvanalegt því að yfirleitt á hún einhverja viðdvöl í jarðskorpunni og það bara eitthvað sem að ekkert mikið að hafa aðgang að. Þetta gerist á úthafsríkjunum en þeir eru á kafi í sjó og erfitt að komast að þeim og það jarðefnafræðingar að finna út alls konar hluti og síðan það þessi gliðnun sem varð hvernig hún hegðaði sér þá vitum við betur við hverjum að búast á skaganum og síðan bara nútíma tækni þannig að það hægt að gera svo margt, það var hægt að kortleggja þetta hraun mörgum sinnum, það var kortlagt 20-30 sinnum, ég man ekki lengur töluna og niðurstöðurnar birtar jafnharðan og það þýddi það að það var hægt að fylgjast mjög vel með þróuninni og í hvað stefndi. Aðdragandinn að þessu gosi, það voru gríðarleg átök. Þetta eitthvað, þetta ekki þess endarlega sem við sjáum við önnur gos, það þessi skjálftar, þessir ógurlegu skjálftar sem voru í aðdragandanum. Þeir voru náttúrulega mjög miklir ef við berum þetta saman við gos eins og í Grímsvötnum eða Heklu og þess vegna Kötlu eftir því sem við vitum þá þetta miklu lengri og meiri aðdragandi hvað í skjálfta varðar en það var þetta gliðnun, það þurfti að brjóta leið, kvikan þurfti að brjóta sér leið og það þá þannig að það eru kraftar sem eru búin að vera að toga og þeir toga alltaf fastar og fastar og svo kemur að því það brestur og það fór að gerast þarna og þá kvikan kemur hún að neðan og þetta svona samspil á milli þess að kvikan að brjótast upp og svo að skorpan að rifna í sundur. Nei, þessi skjálftahrina eiginlega fordæmalaus og mesta skjálftahrina sem að ég held að engin núlifandi Íslendingur fundið eins mikið af skjálftum eins og við fundum hérna fyrir ári síðan. Eru þið eitthvað búin að rýna þetta síðan núna aftur í tíma? Nú var til dæmis mikið skjálftar hérna 2017 á þessum slóðum. Eru þetta tengsl?
Já, það hlýtur við hljótum að líta svo á að skjálftavirkni hefur farið vaxandi núna, svona horft er svona til nokkur ára, þá farið svona jafnt og þétt vaxandi og þegar við horfum á þetta út frá þeim atburðum sem hafa nú orðið, að þá er eðlilegt að líta svo á að þetta hafi verið undanfarið, þetta hafi verið byrjun á þessu sem að við getum sagt að þeim kafla sem lauk með svo þessu gosi, hverjir næstu kaflar verða á eftir að koma í ljós. Það virðist vera að það sé nú ekki alveg búið með landris en þetta nú allt hefur hægt á þessu öllu saman með kosti. Þannig að við vitum ekki hvort að við erum búin að sjá endan á þessar atburðar sem nú í gangi eða hvort eitthvað meira gerist. Jólin þá kom áköfrina og þá kom nýtt innskot en það var bara greinlega ekki næg kvika eða nógu mikið í gangi til þess að næða upp til yfirborðs svo það hætti. Kannski það endurinn á umbrotunum, kannski kemur eitthvað meira. Við verðum bara að sjá. Þið hefur náttúrulega lært helling af þessu gosi og þetta svona, má segja, einhver vísindagarður fyrir ykkur næstu árin hérna Fagradalsfjallið og það umhverfi. Algjörlega, þetta gos náttúrulega margra hluta vegna. Það var hægt að fylgjast mjög vel með aðdragandanum með nýjustu tækni og kollega mínir sem að vinna við það eru mjög, það er mjög, stundum mjög framlega á heimsmælikvarða. Það voru vísbendingar eða upplýsingar sem að kvikan að gefa möttulinn hér undir og hvernig þetta spilar saman. Það var hvernig svona hraun renna, þetta voru svo miklar upplýsingar og það eru verið að rannsaka og síðan eru gögnin sem var safnað hjálpa til við að skilja hvernig sprengivirkni hegðar sér í gíg og það eru mismunandi hópar að skoða þetta allt saman og það er með svona gos að það eru, já, þetta er tilraunastafa náttúrunnar og það er það sem gefur Íslandi töluvert forskot á þessu sviði að við höfum þessa atburði og það fer saman að því betur sem við skiljum þá, því betur getum við tekist á við þá og líka að þetta eru spennandi viðfangsefni fyrir vísindamenn. Bæjarstjórinn spurði þig hérna áðan í fyrirspurnum hvort það væri ykkur hætt á því að svona eldgos geti læðist aftan að fólki og það byrji skyndilega að gjósa. Það er ekki hér. Það er mjög ósennilegt að það geti gerst og langsótt vegna þess að það er kvikan þarf að koma djúpt að, hún þarf að brjóta sér leið og eða það þarf að rifna í sundur til þess að hún komist upp og það eru allar líkur að það séu miklir forboðar eins og við höfum séð í tengslum með þessa atburði að það eru þarna, getum sagt að innskotin sem voru hérna og jarðskjálftavirknin sem var hér byrjaði rúmu áru fyrir gosið var forboði að kvika væri farin að hugsa sér til hreyfings og svo sáum við líka bara á atburðarásinni sem var fyrir jól að þá reyndi kvikan að komast upp en náði ekki en það leyndi sér ekki og þess vegna eru mjög langsótt að sjá fyrir sér að hér komi gos bara upp af óvörum og engin gruni að það sé fara að gerast það er bara útilokað. Er líklegast ef eitthvað gerist aftur fljótlega að það verði á sömu eða svipum slóð? Það er svona ef að Fagradalsfjallskerfið vill hreyfa sig eitthvað eða gera eitthvað þá er langlíklegast að gerist á mjög svipuðum stað eða á sama stað. Ef að það segjum að Breiðnesteinsfjallakerfið vildi fara að gera eitthvað sem nú ekki beinlínis merkjum eða neymerkjum þá myndi það náttúrulega vera óháð eða ekki tengt beinum hætti. En ef við horfum svo söguna þá er svo minnst svo að sjá að það er ekki oft sem að það er svona þannig virkni að það gjósi á sömu á fleiri en einu kerfi á svipuðum tíma.
Það er óvanalegt og það geti ekki eitt að útiloka það. Eldvirknin eða gosvirknin á skaganum ég vil ekki gera lítið úr henni, en hún við erum ekki að sjá stærstu og öflugustu gerða eldgosum eins og við sjáum á Íslandi. Við erum ekki að sjá atburði eins og bara Stórkötlugos eða þessar stærstu atburði sem að verða. Og jarðsaga skagans sýnir það að það ekki eitthvað sem að gerast. Það hafa orðið fyrir mjög löngu síðan, í fyrri hluta nútíma, urðu til býsna stór hraun og dyngjur. En það nú ekki, og við getum ekkert útilokað að það geti gerst. Það bara alls ekki hægt. En svona síðustu árþúsundir hefur það ekki verið að gerast. Heldur meira af svona hraunum sem eru kannski í líkingu við það sem gerist í Fagradalsfjalli. En auðvitað verðum við því búin að hér gerist stærri atburðir. Leið og við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við gefum út vikulegt héraðsfréttablað sem dreift frítt öll Suðurnes. Skrifum fréttir á Víkurfrétta vefinn daglega og sömuleiðis golffréttir á kylfingur.is. Við þökkum fyrir okkur. Við sjáumst að vikuliðinu með nýjan þátt. Verið sæl.